Jæja, við erum búin að vera að skoða svæði skjólstæðisins og við erum búin að láta hann gera fyrsta skrefið, fylla út eyðublöðin og sjá hver staðan er og sumir lenda í óreiðu, aðrir lenda í skuldum, aðrir í jafnvægi og svo framvegis. Þannig við erum komin í rauninni með einhverjum hópa og þá þurfum við að finna viðeigandi úrræði fyrir hvern hóp. Og úrræðin sem fólki lendir í þá á þessu samvinnusvæði. Óreiðan lendir í meðvitund og skuldirnar lenda í endurhæfingu og jafnvægið í endurmati. Þannig að er samvinnusvæðið þar sem þið vinna eftir þessum vinnuaðferðum. Uppi er svæði ráðgjafa og hann er með þessa 4 flokka móttökuna, námskeiðin, þjónustuna og ráðgjöfina. Og eftir því sem að vinnur meira, þá safnast fleiri verkfæri upp sem hann getur gefið skjólstæðingunum þegar þeir mætast á samvinnusvæðinu. Og það er svona ýmislegt sem hann ætlar að hafa í huga ráðgjafinn þegar hann kemur fyrir að byrja að sjá að grunnhugmyndin, hjartað í öllu saman, er frá helvíti til himnaríkis. Og það eru nokkrir áfangar sem við þurfum að komast yfir á leiðinni. Erum við að skoða þetta út frá sjónarhorni ráðgjafans. Hann grundvallar alla sína vinnu frá helvíti til himnaríkis. Og undirbýr sig út frá því, mætir svo skjólstæðinum á samvinnusvæðinu en hann sér þetta út frá HH og hann sér áfangana. Fyrsti er huggun, svo næsti er fyrirmyndir, mæta sjálfum sér, þekkja sig. Þetta eru áfangarnir 7 sem eru á leiðinni frá helvíti til himnaríkis. Bóndinn þurfti hér að trúa því að stríðið væri búið, það væri óhætt að fara að vinna. Er hann með það markmið að gera það sem hann langar til að gera, en þorir það ekki. Þannig við þurfum að sýna honum og sanna fyrir honum að það er óhætt. Og svo þá fer hann í lok þessa áfanga út að vinna og þá mætir hann sjálfum sér og þarf að vinna tilfinningum, vinna samhliða sem hann er að vinna með verkefni yfirborðsins og koma þessu í lag. Og þannig að þetta eru bara áfangarnir eins og þeim er lýst og þetta er eins og ráðgjafinn sér þetta. Við lýstum þessu sem lokuðu ferli grunnferðunum 9 og þessu hér. Og nú erum við að bæta við frá helvíti til himnaríkis og það virðist að bara vera einn svona hlutur enn. Það er það ekki, það er ekki plús og mínuspólar á þessum ferli og þess vegna er hann opinn og lóðréttur. Það þýðir að við getum flakkað svona upp og niður þegar við erum að vinna með fólki. Já, erum við með samvinnusvæðið og þetta er allir 7 áfangarnir og á leiðinni frá helvíti til himnaríkis. En svo sjáum við þessa línu þetta er bara hluti af þríhyrningnum, af þjónustu líkaninu og sjáum við að himnaríki skerst af. Það er ekki með innan í þjónustu líkaninu. Það er bara vegna þess að þarf hann ekkert á einhvern halda, hann er bara sjálfstæður og vinnur sínu lífi á þess að það þarf nokkur hjálp við það. En svo er svo höggunin, hún skerst líka af vegna þess að sá sem er í helvíti, það getur ekkert gert. Það þarf bara einhver að taka utan hann. Hann bara kleinu og svo framvegis. Þannig hann getur ekki nýtt sér þjónustu af því hann er ekki kominn á þann stað með heilbrigði. Þannig að það sem er innan í samvinnusvæðinu eru bara þessir 5 áfangar áfangi 2, 3, 4, 5 og 6. Uppi á svæði ráðgjafa
þá er hann þar að undirbúa hvernig hann ætlar að vinna fyrir hvern og einn. Það var fyrst í hvaða áfangan og svo býr hann til eitthvað handónum til þess að vinna úr. Allir áfangarnir skiptast í þessi 7 þrep samþykki, huggun, stríðið í búið, ég samþykki það. Ég samþykki að mér langar að fara út og vinna sem bóndi. En hann þorir það ekki vegna þess að hann er ennþá hræddur innan í sér að þá akur sprengdur fellur. En þá förum við að gefa honum fyrirmyndirnar. Þessi er að gera þetta, það er ekkert að koma fyrir hann og þessi er að gera þetta og þessi gerir þetta svona, þessi gerir þetta svona, markvissu upplýsingar. Þannig að hann er svona að undirbúa hvernig hann þarf að nálgast hvern og einn út á því hvernig maðurinn talar, hann kynnist honum bara og smá saman, já, ég þarf að fá hann til þess að samþykja. Nei, hann er búinn að samþykja, ég þarf að gefa honum von þetta geti. Þetta er svona hans verkfæri til þess að nálgast samvinnusvæðið, en hann er að vinna þetta bara hjá sér. Og hann býr til eitthvað plan og mætir með það plan við í samvinnusvæðið, en við fáum sennilega aldrei að sjá það, því að samvinnusvæðið er ekkert svona, það er kannski bara eitthvað spjall, það er kannski hópavinna, það er eitthvað spjall, en ráðgjafinn er að hlusta, það kemur frá hverjum og einum. Og svo já, er hann þessi að tala út frá von, er hann komið þangað, eða er hann svartsýnn og framvegis. Það er þá staðan eins og hún er núna, undirbúningur ráðgjafa, hann ætlar að skrifa sögu bóndans, skjólstæðisins, eins og hann fer í gegnum áfanga 2, hvað var það fyrirmyndir og að tengja stöðunni, skilja hana og skilja. Og þannig hann er kannski búinn að undirbúa það, hann smá fyllir inn í myndina og sagan myndast, þangað til að sagan er orðin skjólstæðinum í vil, hún klárast og hann fer upp á næsta skref. Og þannig er ráðgjafinn alltaf með fulla meðvitund á hver og einn er staddur, sama hvort hann er í einkaviðtali eða í hóp eða eitthvað. Hann veit bara hvað er að gerast í sögun hans og hann veit hvað hann vill að gerist í sögun hans. Eins og til dæmis að þetta er órið, þá veitum við að lausnin er hætt að drasla, hætt að búa til ný vanskil, veldu eitthvað þar sem þú vilt vera að borga, vilt kannski vera að borga heimili, þannig að þú eigir alltaf heimili og svo framvegis. Veldu það sem getur, þannig að við vitum hvað við viljum kenna honum. Nei, við vitum hvað við viljum að hann uppgötvi, af því við ætlum ekki að kenna neitt. Þannig að þetta er þá eitt hluti af uppstöðunni okkar. Við vitum að hann er kominn á hvað varðar óreiðuna sjálfa í leiðinni til velgengni. Þá vitum við að hann er kominn að númer 2 að skoða sig í stöðunni. Hvernig eru vanskilin og eru þau ennþá að myndast og akkur er hann að taka sér lán og svo framvegis. Fá hann bara til þess að skoða þetta. Og en þetta er það eina sem hann sér, hann er á yfirborðinu og er alltaf að vinna með það. Hann er ekkert að pæla í því sem er hérna niðri eða hérna uppi. Þannig að við leifum honum þetta, við byrjum kannski á því að skoða stöðuna, kannski fyrstu viðtölin eru bara þar. En það sem við vitum líka er að það sem hann er að reyna að gera með sinni hegðun er að uppfylla þessar þarfir hérna. Þannig að þegar að hegðunin er þannig að það komið næringin í þarfirnar, þannig að þær verði sáttar, þá samþykkir hann ósjálfrátt þessa nýju hegðun. Því að hann finnur að hún er að fullnægja þörf.
Um, þannig við, okkar hugsun kannski ekki með svona. Ég þarf að passa mig aðeins vegna þess að fólk ekki allt eins og þetta kemur ekki út á sama hátt hjá öllum. En í grunninn þetta samt svona. Hann að finna niður í félagsþörfina. Félagsþörfin segir ég þarf að hafa pening og hérna hún víkjandi. Þetta var næsta sem hann fullnægði. Ég þarf að hafa pening þannig að samþykktarþörfin uppfyllist. Og þegar við búum til áætlun það, hvernig þú fer með peninginn, þá sem sagt fegnar á frelsisþörfinni, þá fyrir hann að uppgötva andlega hvað hann vill fá út úr þessu. Og hérna, þannig að hann vill kannski ekki eyða of miklu, skilja of lítið eftir í neysluna. En hérna, þetta vitum við að hann að gera. Þannig að við viljum svona ýta þessu að honum þegar tækifæri gefst. Hérna, en hans hugsun gæti verið eitthvað svona. Til þess að gera þetta sem þið að tala þá myndi ég þurfa að vera með föst mánaðarlaun. Ég get ekki verið með föst mánaðarlaun vegna þess að ég þarf að borga þetta allt núna og mánaðarlaun geta aldrei orðið nógu há þess að ég geti borgað allt núna. Ég þarf að borga þetta strax, redda þessu strax, þá er ég frjáls. Og hérna, þannig ég get ekki þegið lausnirnar ykkar, þannig að við heyrum þetta bara þegar hann tala. Þetta verður eitthvað misjafnt. Þannig að við sjáum hvernig hann talar og hvort hann sé í félagsþörfinni, samþykktarþörfinni og frelsisþörfinni og það getur verið misjafnt frá degi til dags hvar hann staddur. Þá bara mætum við honum það. Þannig hérna eitt sem við getum verið að vinna með. Við getum verið að vinna með óreiðuna sjálfa, að skoða sér stöðunni út frá tölum og svo sem sagt hérna erum við með eitthvað hérna í meðvitund og við hljótum að fá eitthvað sem við lýsir því hvað meðvitund þýðir og svo skoða það. Meðvitund. Meðvitund fyrsta úrræðið í ferðinum. En staður þar sem ekkert þarf að laga, breyta eða ákveða. Meðvitund snýst átta sig á því hvar hún stendur núna, sjá stöðuna eins og hún og skilja hvernig hugsanir, hegðun og aðstæður tengjast. Það er engin krafa árangur, það er engin krafa að vera tilbúin og það er engin krafa að vita hvað gerist næst. Meðvitund bara að skoða, tengja hvaðna og hann ekki með burðargetu til þess að gera neitt meira. Það veldur því að burðargetan hans engin, hugsanlega þessi hugsunaráttur, hann verður að redda svona miklu fyrir morgundaginn, því fylgir mikið álag. Allavega, þá getum við ekki sett í eitthvað verkefni. Við getum bara skapað fyrir hann rými, það er hlutunum þannig, skapa fyrir hann rými þar sem hann fær að skoða þetta, uppgötva þetta og tengjast þessu. Við setjum honum ekki fyrir nein verkefni. Já, þetta er ráðgjafinn á samvinnusvæðinu og hérna, þannig að það ekki, þetta ekki sko, eitthvað verkstæði, það sem fullt af verkefni að vinna, af því hann hefur engan burðargetu, hann getur ekkert unnið. Þannig við erum bara að skapa rými þar sem hann hérna og líður vel í, finnur að við erum þarna fyrir hann. Þú þekkir þarfinnar sem eru ríkjandi á þessum stað. Það veist hvað næring, hvaða hegðun myndi uppfylla þarfinnar. Þú ert búin að vera að fylgja honum í einhvern tíma þannig að þú veist hvað hann komið langt í þessu bara með því að hlusta. Þannig að einhvern daginn segir hann þetta vonlaust. Þannig að ég verður að redda pening. Þá bara nei vorum að segja það. Þegar hann segir, vistu það? Nei, ég held þetta sé hægt. Aha, það er komið von, það er komið samþykki. Ok, hvernig getum við komið henni í farveg? Jú, nú
stöðnum við þessa hugmynd sem hann kom með. Af því hún hluti af lausninni og við gefum henni líf og þessi já, þetta var sniðugt, já, jú, þetta er rétt, já, það er og svo framvegis. Ef hann hins vegar að segja eitthvað sem ennþá út frá mínuspólunum, þá gefum við bara ekkert í það. Það fær enga stuðning frá okkur með það. Þannig fáum við smátt og smátt þess að uppgötva lausnina. Þannig það, þannig að leiðin til velgengni hvorki af leiðinni og þar með verður samvinnusvæðið ferðalagið sjálft. Það sem þreifir okkur skref af skrefi upp alla leið upp í velgengni.